Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Þetta ber náttúrulega notið mark af stóra atburðum undanfarna daga, fallinni ríkisstjórn, dramatík í pólitíkinni, væntanlegum kosningum hugsanlega, það er þó ekki alveg búið að fastsetja það. Við fáum hérna stjórnmálamenn í svona síðar í þættinu, þar koma Páll Magnússon, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Björn Ólafsdóttir, Svandís Svavarsdóttir og Helgi Hrafn Gunnarsson. Í lok þáttarins er ég svo með viðtal við stórmerkilegan bandarískan sakfræðing Timothy Snyder. Hann hélt hérna fyrirlestur á vegum bókmenntahátíðar. Hann er maður sem talar enga tæpitungu heimsstjórnmálin. Hann er sérfræðingur í sakfræði 20. aldarinnar og ég ræði við hann mest stjórnmálin eins og þau eru núna, Pútín og Trump sérstaklega. En við byrjum hérna. Þetta er nú stundum kallað vettvangur dagsins. Það er titill á bók eftir Halldór Laxness reyndar. Kristinn Hrafnsson, Stefanía Óskarsdóttir, Jón Trausti Reynisson og Sigmundur Ernir Rúnarsson. Sko, það er nú kannski dálítið erfitt að ná utan alla þessa atburði hér á stuttum tíma, en við erum ekkert endilega búin að koma okkur saman um það, hvers vegna ríkisstjórnin fellur. Sigríður Andersen kemur þarna með eldfimar upplýsingar í sjónvarpsviðtali og þá verður þessi atburðarás sem einhvern veginn, ríkisstjórnin fellur bara þá um nóttina og við stöndum alltaf uppi þeirri stöðu að það þarf að mynda starfsstjórn, við vitum ekki hverjir vilja vera með eða hverjir fá að vera með í því. Sigmundur. Já, sko, við tölum áðan þetta væru hinir svokölluðu áhugaverðu tímar og þetta gerist náttúrulega mjög hratt, þessar upplýsingar koma fram og það er augljóst trúnaðarbrestur innan stjórnarinnar. Ef til vill er þetta dropinn sem fyllir mælinn, ef svo má segja, vegna þess að það hafa komið ákveðið óþol bæði hjá Viðreisn og Bjartri framtíð út í Sjálfstæðisflokkinn sem virðist nú meira og meira svona stjórna þessari ríkisstjórn á sjálfstýringunni án mikillar pólitískar snertingar Viðreisnar eða Bjartrar framtíðar. Þau taka þessa ákvörðun greinilega miðanótt, Bjart framtíð á tilfinningunni og það er svo sem ekkert að því að taka ákvarðanir byggðar á tilfinningu, rétt eins og það er hægt að taka ákvarðanir flóttabörn bara út frá mannúðarsjónarmiðum. En sko það virðist bara hafa sprungið þarna út þetta óþol þegar að það er ljóst að Bjarni lá inni með þessa vitneskju ásamt Sigríði Andersen, hverju hefði skrifað upp á þessa syndaaflausn dæmdra barnaníðinga sem hafa ekki iðrast. Og svona tilfinningarótið held ég hafi bara einfaldlega farið með ríkisstjórnina. Þetta var of viðkvæmt, þetta var of ógeðfellt til þess að starfa í pólitíkinni áfram upp á þessi býtti. Plús það náttúrulega að þessi tveir flokkar, sérstaklega Bjart framtíð, fer fram í sinni pólitík til þess að afhjúpa þá leyndarhyggju sem hefur verið í samfélaginu og þarna væntanlega sjá þau ofan í samfélag sem ennþá er á svona sjálfstýringu leyndarhyggjunnar. Þarna eru menn sem komast upp með það, gera ýmislegt í krafti þess að þeir þurfi aldrei að kannast við eigin verk. Leyndarhyggjan er slík að menn geta skrifað upp á eitthvað í krafti þess og vitneskju þess að þeir þurfi aldrei að segja frá því sjálfur. En af hverju er Sigríður Andersen að segja frá þessu? Það finnst mér svona... Ég held marga vera hreinlega velta því fyrir sig hvort að hún hafi ætlað að koma höggi á Bjarna með þessum hætti. Ég veit ekki hvað þau vaka fyrir því að þú meina þegar hún segir frá þessu í upphafi. Já, það hlýtur að vera einhver skýring að baki sem að felst í því að hún sé að gera einhvern greiða. Hvað annað? Hún hlýtur að vera að gera einhvern greiða að eigin mati. Ekki greiða, ertu að segja hún hafi gert honum greiða í Kastljósinu? Nei, við erum að tala þegar hún segir í upphafi frá því að faðir hans hafi skrifað þarna upp á þetta hollustunarbréf fyrir níðinginn að upplýsa hann það. Já, nei, ég meina þar er náttúrulega byrjar eitthvað sem að getur talist vera yfirhylming. Það er en síðan kemur hún í Kastljósið og greinir frá þessu með að hún hafi sagt Bjarna frá þessu strax í júlí og það er náttúrulega það sem að fellir ríkisstjórnina. Hún hefði ekki þurft að segja þetta. Hún hefði ekki þurft að segja þetta. Hún hefði ekki þurft að segja þetta, en ég veit það ekki. Ég meina, af því að það er búið að fela ýmsa hluti, þá kemur hún fram og segir þetta. Já, þú veist, það er alltaf ekki rætt þessi mál við neitt sem var þarna innvíður innmúraður. Maður bara lesi alltaf eins og er komið fyrir í fjölmiðlum. Það má vera að þessi pressan í svona almennt á ráðherra að gera rétt og fara eftir lagabókstafnum sem að Hanna Birna Kristjánsdóttir brenndi sig nú dálítið illa á. Hún varð að segja af sér að lokum vegna þess að úr hennar ráðuneyti og mögulega með hennar vitneskju að fólk taldi hafði
viðkvæmum persónuupplýsingum verið lekið út úr ráðuneytinu og það hafði farið fram einhver skoðun, hann fyrst einhver kattaþvottur ef við erum að tala um Hönnubirnu-málið og síðan ítarlegri skoðun sem var komið til lögreglunnar varðandi öll þau mál. Það má vera að Sigríður Andersen hefði ekki viljað sitja uppi með einhverja slíka skítabombu eftir 50 daginn þegar þetta var en almenn vitneskja að Benedikt Sveinsson hefði skrifað upp á þetta bréf fyrir manninn en þá annarkvort vegna þess að hún strangheiðarleg bara eftir lagbókstafnum eða hefur talið að það væri kannski einhver sem að sletti svona paper trail sem myndi benda til þess að hún hefði sagt Bjarna þetta í júlí og Bjarni hefði líka mögulega þurft að svara spurningunni vissir þú þetta einhvern tímann? En hann er ekki að greina samstarfsmönnum sín frá þessu nema seint og síðan en það er náttúrulega skýringarnar á þessu menn er að teygja þetta og toga þetta í allar áttir og skýringarnar á þessu er það að þetta sé alls konar það er alveg frá því að þetta sé einhvers konar samsæri barnaníðingar yfir í það að þarna séu smáflokkar sem fara á taugum og geri bara tóma vitleysu eins og Brynjar Níelsson segir upphlaups líður og dæmalaus flómska. Nei, mér finnst það bara reynda fullkomlega skiljanlegt að ríkisstjórnin hafi endað við þetta. Við erum með þarna augljósa tilraun til yfirhylmingar. Við erum með hagsmunaárekstur og þetta snýst líklega á endanum mismunandi gildismat Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokksins sem ef við horfum til siðareglna ráðherra þá er alveg augljóst að þar kveðið á að ráðherra forðast árekstur á milli almannahagsmuna og hans persónulegu eða fjölskylduhagsmuna og þarna er augljóslega hagsmunir Sjálfstæðisflokksins og fjölskyldu forsætisráðherra að halda þessum upplýsingum leyndum. Nú þau reyna það og þau svara ákveðnum spurningum ekki og á endanum þá eru staðin af því að reyna að hylma yfir. Úrskurðarnefndin kemst að þeirri niðurstöðu upplýsingamála að þetta sé í rauninni lögbrot og hún haldi aftur upplýsingum í andstöðu við lög. Önnur regla í siðareglunum er svo að ráðherra leynir ekki upplýsingum sem varða almannahag. Og svo er annað ákvæði í siðareglunum að ef ráðherra er í vafa það hvort eitthvað sé brot á siðareglunum ekki, þá ber að leita til forsætisráðuneytisins, þar sem Bjarni Benediktsson er. Þannig að ég held að þetta er ekki bara eitthvað óhlutbundið, þetta er ekki bara tilfinningar, það eru skráð viðmið atferli og hegðun stjórnmálamanna sem virðast vera krossbrotin þarna. Stefanía. Já, ég er ekki löglærð en með það sem ég hef heyrt í fjölmiðlum að þá er atburðarásin lýst þannig af Sigríði Andersen og Bjarna Benediktssyni að ákvörðun hefði legið fyrir í ráðuneytinu áður en að hún talaði við Bjarna og jafnvel mögulega áður en hún vissi af nafni Benedikts, þar að segja ákvörðun lögmanna að þessar upplýsingar væru mögulega trúnaðarupplýsingar og það væri betra að fá úrskurð frá þessari úrskurðarnefnd. Það er auðvitað málum blandi hvort að þetta séu góðu lögfræðingar í ráðuneytinu. En með hvernig þetta er sett upp og dregið upp í fjölmiðlum að þá er sú saga sögð að máli hafi verið komið þetta ferli úrskurðarnefndarinnar þegar Sigríður segir Bjarna að pabbi hans hafi skrifað upp á eitt af þessum bréfum. Og þarna auðvitað lendir Sigríður í ákveðinni sjálfheldu vegna þess að hún ber því bæði við að henni hafi borið að halda trúnað, ekki mátt segja neinum, en segir enga síður Bjarna. Og þarna er hún í vanda, það er ekki framhjá það horfst. Hvað átti sem Bjarna að gera, mann getur líka velti fyrir sér. Hvort að hann hafi þá á þeirri stundu átt mögulega að fara til föðusins og segja við hann, heyrðu, menn vita og eitthvað og nú áttu að segja að þú hafi skrifað upp á fyrir einhvern mann. Þú veist, það verður auðvitað deilt, en sem sé orðið yfirhylming, það er mjög stórt orð. Ef menn trúa því að það hafi verið hylma yfir einhvern stórkostlegan glæp og heilt stjórnmálaflokkur leyna upplýsingum. Auðvitað verður tekist á þetta í yfirhylming er glæpur, það var nú Nixon forseta falli, ekki satt? Þetta er rétt að segja, það er ekki það innri mótsögn í þessu þegar það kemur rökstuðningi á Sigríði sem bara gengur engu veginn upp.
og það sem að Bjarni talar upphlaup og skilur ekki ástæðuna fyrir því að Björt framtíð bara hendur í handklæðinu er náttúrulega það að þetta mánudaginn síðasta að þá segir hann Bjarna og Benedikt, samstarfsmönnum nánustu í ríkisstjórninni, frá því að pabba saminu skrifa upp á einhvern pappír. En áttum okkur að því að þá lá fyrir, þá var á leiðinu upplýsingar út hvað, hátt í 100 tilfellum uppberistæru og allt sem því fylgdi og en það voru bara 2 nöfn búin að vera í umræðinu heldur betur heit, það að segja Robert Downey og Hjalti. Það að láta þá ekki vita því að var að ræða þennan ógeðfellda níðing sem vekk næst þyngsta dóm í sambærilegu brotamáli í söguna með rétt, náttúrulega að ljúga með þögninni. Þannig að þeir kvekkist við síðan að heyra það 3 dögum síðan að þetta hafi verið hann. Og viljum við ekki bera ábyrgð á þessu, skilur? Svo þurfum við líka að ræða annar hlut þessa mál sem stjórnmálin orðin veikar en þeir voru hér áður fyrr. Þeir voru meira vélrænni og menn voru kannski bara í stjórnmálum frá því þeir voru fermingu og svo fluttu þeir upp með flokknum og á endanum ráðherrar. Nú það má kannski segja sem svo að stjórnmálin á Íslandi eru helsta fórnarlamb hrunsins. Við komumst mjög fljótt efnahagslega út úr hruninu þökk í makríl og ferðamanni. En stjórnmálin eru langt veikar en þeir voru frá því fyrir hrun og við erum með fleiri flokka, við erum með óreyndara fólk í pólitík og þau lúta öðrum lögmálum heldur en áður. Og þess vegna verður óþoli kannski meira innan flokkana vegna þess að grassrótin kannski sterkari heldur en var hér áður fyrr. Bjarni kallar núna til dæmis eftir sterkum flokkum, sterkum meirihluta, sterkum foringjum. Ég held að sé ekki að tala inn í þá kvikun sem hærist í köttlunum nú stundir vegna þess að fólk ekkert endilega að biðja sterka leiðtoga núna. Ég held að fólk sé fyrst og fremst að biðja sanngjarna leiðtoga, réttsýna leiðtoga og stjórnir mega allt eins vera veikar og viðkvæmar ef þær eru réttsýnar og sanngjarnar og fara fram með svona nokkurn veginn það sem þjóðin vill fá í sinni pólitík. Þannig að við sitjum uppi með veikari pólitík og við sjáum bara reynsluna frá 78 þegar annað ríkisráð Ólafs Jóhannessonar verður til springur á ári. Við tekur minnihlutastjórn Benedikts Gröndals sem í nokkra mánuði og svo tekur við Gunnar Thoroddsen sprengist út í Sjálfstæðisflokknum og frá 80 til 83. Þetta svona sambærilegur atburður þó hann sé svona að öðru leyti ólík og byggist á efnahagsmálum. Alltaf með efnahagsmál. Já, efnahagsmál. En núna snýst þetta tilfinningar. Stjórnmál eru farin að lúta tilfinningum en ekki endilega rökhyggju og fyrir viki verður meira los. Ég sem leiti ósammála að því leytinu til að ég held að stjórnmálaflokkar sé alltaf að vega og meta hagsmuni. Og hagsmunir annars vegar þetta að geta haft áhrif á stefnu og komast í valda og svo framvegis, en svo líka náttúrulega að halda fylginu. Fylgi Bjartrar framtíðar hafi verið á niðurleið og það sækir fylgi sitt til fólks sem eins og þú bendir á, vildi önnur vinnubrögð og svo framvegis. Flokkurinn á leiðinni inn í sveitarstjórnarkosningar og mjög málublandið þar innan flokks hvort að þetta hefði verið rétt ákvörðun að fara inn í þetta ríkisstjórnarsamstarf. Þannig að kom ógeðfellt mál sem þau vildu ekki bera ábyrgð á. Og þarna var í rauninni bara kjörið tækifæri til að segja hingað ekki lengra og snúa blaðinu. Ég hefði Björt framtíð farið út úr stjórninni. Þetta er ekki ný pólitík og þetta er ekki gömul pólitík, þetta er klassísk pólitík. Og ég myndi ekki nota það merkimiða að við sem er veik stjórnmál eftir hrun eða neitt slíkt. Ég held að við séum með virkari stjórnmál. Það er að segja almenningur er meira Við erum með öðruvísi stjórnmál að þeir leyti. Á örfáum árum hefur fólk í landinu staðið upp ólíkt því sem áður var og fellt stjórnir í þrígang. Og það eru stóru tíðindi. Fólkið er að hafa meiri áhrif á pólitík. Það hefur gerst á grundvelli þess að fólk vill heiðarleika. Fólk vill heiðarleg stjórnmál. Fólk upplifði ekki heiðarleika í aðdraganda hrunsins, fólk upplifði ekki heiðarleika í Panama-skjólunum og því sem kom fram þar og því sem var leynt þar. Og það sem Björt framtíð upplifði þarna er greinilega óheiðarleiki. Og þegar það verða svona sambandsslit á grundvelli þess að það er komið upp vantraust og það er trúnaðarbrestur, þá held ég ekki svona heilbrigðasta viðbragðið að fara að gera markvisst lítið úr hinum aðilunum eins og sjálfstæðismenn virðast gera núna með því að lýsa Bjartri framtíð sem svo að þetta sé ekki flokkur, þetta sé bara einhver hópur með engan substans, strá sem fellur flatt í vindinum. Ég held að, ef maður horfir á þá líkingu þá
þetta bara traust sem hverfur og hvernig getur unnið með einhverjum sem þú treystir ekki lengur og svo mig sko bæta við þessu með það hvernig héldu upplýsingum leyndum þá höfum við á stundinni til dæmis lagt fram fjölda fyrirspurna til forsætisráðuneytisins og forsætisráðherra og dómsmálaráðuneytisins sem hefur ekki verið svarað. Í þessu tilfelli ekki svarað, ekki bara engin viðbrögð. Ekki oft engin viðbrögð, stundum einhvers konar viðbrögðum að það sé skoðað. En í þessu tilfelli höfðum við 7. september sent fyrirspurn á dómsmálaráðuneytið og forsætisráðherra og aðstoðarmenn það hvort að aðili tengdur Bjarna Benediktssyni væri það einn af meðmælendunum sem skipti máli vegna þess að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn hag á því að leyna þessum upplýsingum og flokka þessum trúnaðarupplýsingar og brjóta upplýsingalög. Nú, við fengum ekki neitt svar við þessu. Það sem gerðist var að Sigurjón Andersen talaði við Bjarna Benediktsson eftir að hafa fengið fyrirspurnina og lét hann vita því en svaraði ekki fyrirspurninni. Og við erum í rauninni bara að kalla eftir upplýsingum fyrir almenning og í þessar umræðu varðar það almannahagsmuni að ræða þessi mál. Og aftur þannig að ég held að kjarninn í þessu öllu er heiðarleiki. Af hverju spurðuð þið sérstaklega Bjarna Benediktsson en ekki einhver aðra? Mér finnst bara áhugavert. Vegna þess að við vissum nokkuð mikið það mál. Við hefðum góðar heimildir fyrir því að þetta væri svona að faðir Bjarna væri einn meðmælendana og við ákváðum að fara varlega í málinu og gefa þeim færi á að svara og útskýra sína hlið. Og vildum bara fara afskaplega varlega vegna þess að við vitum það alveg hvað gerist þegar fjölmiðill gerir mistök í svona máli og að menn munum nýta sér það alla leið gegn fjölmiðlunum. En okkur rauninni hegnist fyrir það að gefa þeim þetta tækifæri til þess að við hefum kannski átt að fara út með þetta á grundvelli þess sem við höfðum en ég sé ekki neitt eftir því að við fórum varlega í málinu. Hvaða dagsetningu gafstu aftur? 7. september. Já, ok. Þannig að það er 8 dögum áður og Bjarni Benediktsson hefur sagt frá því að Sigríður ræddi við hann eða semst að hann vissi að fjölmiðlar væru með fyrirspurnir það. Þannig að þú veist, þetta er leyndarhyggja, þetta er, ég nota orðið yfirhylmingu, ég veit ekki hvort það sé kannski endilega rétt orðið en þarna er verið að blekkja. En var hann ekki að bíða bara eftir áliti upplýsinganefndar? Já, blaðamaður Stundarinnar fór inn í ráðuneyti, dómsmálaráðuneytið af því að það fengust engin svör, mætti á staðinn og stóð í andbyrinu og bað að fá svör við þessari spurningu og það kom samt ekki. Og það var eftir að úrskurðarnefndin hafði úrskurðað þetta. Þau svöruðu þessu máli öðruvísi, þessu máli þar sem voru persónulegir hagsmunir, ráðherra og hagsmunir flokksins, öðruvísi heldur en hinu málinu sem var þannig Robert Downey. Þau svöruðu Robert Downey, eftir úrskurðin, svöruðu þeir okkar fyrirspurnum Robert Downey málið. En ekki þessu. Mér skilst maður bæta við að þeir sem að skrifa undir svona bréf, það sem að mæla með uppreist æru eða eru slíku, að þeim sé jafnvel tilkynnt, ég er ekki löglegar, veit ekki, en þeim sé tilkynnt að þetta sé ekki trúnaðarupplýsingar, að þetta sé opinberar upplýsingar og að mönnum hefði átt að vera ljóst sem sé almennilega lærðum lögfræðingum, nú veit ég ekki neitt, nú er bara að heyra eitthvað svona sögur, hefði átt að vera ljóst að þetta væri ekki trúnaðarupplýsingar, hverjir mæltu með mönnum í slíku tilvikum. Við skulum fara aðeins út í pólitíkina hérna. Og sem reyndi síðan vera náttúrulega það sem úrskurðarnefndin sagði. Já, þetta er lögbrot. Þú heldur aftur upplýsingum sem þú mátt ekki halda aftur og þú hefur hagsmuni af því. Það er nógu margt að þarna til þess að flokkur eins og Björt Framtíð sem hefur gert út á heiðarleika og fagmennsku slíti ríkisstjórnarsamstarfi á þessum grundvelli. Það þýðir ekki að þau séu eins og strá í vindi eða séu ekki flokkur eða ég veit ekki hvað. Ég skil þetta vel. Svona það verður ekki gleyma því að úrskurðandi upplýsingamál er ekkert svona einhver svona álitsnefnd sem að stjórnarmenn eiga að sækja eða ríkisvald á að fara að sækja til svona já, ef við erum vafa þá spurjum hana. Þetta er kærunefnd. Menn eiga að þekkja lögin, skilurðu. Og það er áfellisdómur. Það er áfellisdómur ef úrskurðarnefndin segir að ykkar niðurstaða var röng. Og þetta gerist trekk. Og röng, þú meinar að stjórnmálamenn séu alltaf að skjóta málum til þessar úrskurðarnefndar í staðinn fyrir að bara byggja á þeirri þekkingu sem síðan að upplýsingalögin komið fram, þá hefur þetta alltaf verið reyndin. Og þetta verður að breytast og það er það sem að menn, þjóðin er full nóg af. Menn vilja upplýsingar fram. Þetta er ekki einhvers konar álitsnefnd. Þetta er dómstóll eiginlega, þetta er kærunefnd. Og í þessu tilviki sendi úrskurðarnefndin öll atriði dómsmálaráðuneytisins til föðurhúsanna. Nákvæmlega.
Já, mínus þetta sem var sjálfgefið með eitthvað með netföng og símann. Netföng og heilbrigði og eitthvað þess. Ég er búinn að skoða erlendu pressuna í þessu máli. Hún er alveg ofboðslega grimm, hún er hörð og það er alveg sama hvort þú ferð, hvort það sé BBC, Financial Times eða New York Post eða South China Morning News. Þar er þetta einfaldlega sett upp, að því að það verður að tala hérna yfirhylmingu, það er talað barnaníðismál og cover-up sem að fellir ríkisstjórnina og yfirleitt fylgimynd með af Bjarna Benediktssyni. Það er ekki að þegar ég veit að þetta er grimmt og þeir hafa talað við grísleika álitsgjafa sem að... En býtu við, það eru sjaldnast nokkuð að skorast eilítið til Það er náttúrulega kannski svolítið sorglegt ef þú lest orðið pedofíl og svo er ég sé myndir af Bjarna Benediktssyni í Óttari Proppé, aðalega Bjarna Benediktssyni í Óttari Proppé og svo er fólk út í heiminn sem lesa einhverja fyrirsagnir og líklega lesa ekkert lengra og ég er búinn að fara á fyrirspurnir frá vinum mínum í Ameríku, þú veist hvað sé að segja á Íslandi. Þetta teiknar svona en síðan er óbúðslega erfitt að fara að skýra út langamálið að það er náttúrulega ekki, við erum ekki að... En það eru þolendur í þessu máli. Það er fólk sem verður fyrir sálrænum skaða vegna þess þeirra ákvarðana sem eru teknar lengd. Það er fólk sem treystir ekki kerfinu og en við getum samt ekki annað sagt en að sumuleyti veður erlenda pressan í vill og svima með þetta, með svona uppstillingu. Þetta teiknast svona upp fyrir henni, sko. Já, það eru ímyndur á skinninu sem að ráða miklu í stjórnmálum og það er sjálfstæðisflokkurinn veit hvað best því hann spilar á það með endalausum klifum, stöðuleika og annað. En var ekki, sumir segja til dæmis að blaðamannafundur Bjarna Benediktssonar á föstudaginn hafi bara verið býsna vel heppnaður, hann kemur fram, hann er svona myndulegu leiðtogi, hann svarar, talar vel inn í sinn hóp. Já, Bjarni er æfður og flinkur stjórnmálamaður, hann á þessum tíma einmitt, sko, var hann akkurat að tala inn til eigin flokks, það var alveg augljóst, hann var að róa sinn eigin flokk og ég get ekki betur síðan að honum hafi tekist það, hann verður heldur ekki felldur af formannstóli í bráð eða lengt. Men sumir héldu á föstudaginn hann verið leiðin upp, jafnvel? En ég held að hann hafi náð að róa sína flokksmenn, en ef til vill ekki meir en það, ég efast hann að náð að róa þjóðina út af við. Þetta var ekki eins og blaðamannafundur, það var ekki að spurninga leiðarna fyrir eftir og hann kom þarna og það var búið að setja upp einhver leiktjöld með Hallgrímskirkju og Perlunni og hann flutti mónólóg. Þetta var kannski fyrsta kosningar eða hausins. Fyrsta kosningar. Þetta var skipulag, já, til að líta svona út. Tók nokkra klukkutíma að undirbúa. Þar lendi gat maður sko ráði í það að það væri eitthvað meiri háttar í gangi jafnvel afsögn sko. En sem reyndist nú ekki vera. En einmitt sko ef við tökum þetta nú áfram að því við erum búin að horfa í baksýnisspegilinn og þau máli auðvitað verða partur af kosningabaráttunni og þarf að upplýsa hver vissi hvað og hvers vegna og allt það. Þá erum við náttúrulega komin inn í kosningabaráttuna. Flokkarnir þurfa að bjóða fram framboðslista núna bara 1, 2 og 3 og það getur reynst auðvelt og erfitt eftir atvikum, væntanlega ekki prókir í þessum stóru flokkum eða hvað. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins sem átti að vera akkúrat sömu helgi og kosningarnar verða líklega, hann verður væntanlega blásin af eða hvað, sem þýðir það að spurningum leiðtoga Sjálfstæðisflokksins þær verða þá ekki spurðar fyrir kosningar því að Bjarni mun leiða Sjálfstæðisflokkinn inn í kosningarna. Ef það finnst sigur, haldi í horfinu, að þá hann auðvitað í góðum málum. Ef fyrir illa í kosningunum, þá getur næstu landsfundi verið orðið grimmur honum. Þið vitið, Framsóknarflokkurinn er auðvitað líka í sínum innbyrðis átökum framtíða leiðtoga. Samfylkingin sem missti alla út í höfuðborgarsvæðinu er þá núna með þessi spurningu hverjir fara fram fyrir flokkin, er það Össur og hverjir? Valla Helgi Hjörvar, Sigríður Ingibjörg og Össur aftur, þeir hljóta bara reyna bara endurinn í alveg listan eða þessu. Já, og þannig að þetta er mjög áhugavert. Eru þið vissum að verði kosningar? Sko það er smávegis möguleiki að það verði hér minnihlutastjórn sem er vanið stuðningi kannski til 2 ára, verið kosið 2019 vorið eitthvað svoleiðis, en sko þær eru hverfandi mínu viti, það er bara einfaldlega svo mikil vilji meðal flokkanna, kannski síst Pírötum, að fara fram og fá endurheimt álit þjóðarinnar á því hverju er að stjórna landinu. En munu kosningar breyta ykkur? Nei, það mun ekki breyta henni. Við sjáum, tímandinn er þessi. Einu sinni erum við með munaðlaus fjárlög. Við erum með, það er þrisvar búið að kjósa á 5 árum. Þrisvar frá hruni er búið að hrinda Sjálfstæðisflokknum fyrir róða í stjórn landsins. Og jafn oft er þjóðin búin að standa upp og krefjast endurbóta, heiðarleika, nýrra stjórnmála. Já, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið ágætt fína kosningar. En svo er kosið, og niðurstaðan er alltaf
alltaf svo sama. Já. Á að giska. Sjálfstæðisflokkurinn fer ekki undir 25%. Eina stóra breytan á undanförnum árum er hrun samfylkinganna. Framsóknarflokkurinn er ekki að ná sínum fyrri styrk vegna innbyrðis átaka, þannig að það ofboðslegt rót á stjórnmálum og ég held í fram að þau séu veikari en áður og fyrir vikið þá sitjum við kannski uppi með álíka niðurstöðu 1980 þegar Gunnar Thoroddsen tók á skarið og myndaði einhverja skrýtnustu stjórn. Þetta var lagt upp svona fyrir mig í gær. Bara manni sem ég hitti í Kringlunni. Hann sagði, sem sagt, við vitnum við mannin í Kringlunni, hann sagði fólkið Íslendingar við erum í góðæri, fólkið komið fullt af neyslu, það að kaupa bíla og það að kaupa alls konar hús og það að steypa sér í skuldir og svona og það vill bara hafa, vill bara það sé í lagi og það mun ráða kosningahegðun mjög margra og það er sem spurningin, mér finnst ekki stóra breytan í þessum kosningum Flokkur fólksins, ég meina ef Flokki fólksins tekst að koma saman lista, góðum sæmilegum listum og í kringum landið þá eru þeir kannski fara að sækja upp í 10% af fylginu. Jú, ég veist að Flokkur fólksins getur nú sótt eitthvað þarna inn, en þetta er alveg rétt að það blasa ekkert við einu stórkostleg breyting á þessum grunngildum sem eru að vaxandi þungi í því. Ég meina það bara orðið einhvern veginn, þessi svokallaða gjá sem við að tala milli þings og þjóðar, milli stjórnmálanna og almennings, hún bara brekkar. Og hvað gefur eftir? Hún ekkert að brekka, þetta er mótsögn þess að þú segir, fólk vill breytingar þó að það sé búið að fá eilítið meira í budduna og geti leyft sér eitthvað meira og byrja að fjárfesta og svona. Það vill breytingar. Og fólk upplifir sig líka sem alltaf valdalaust tæki í stjórnmálum að því leyti, tökum sem dæmi bara heilbrigðismálin. 85% þjóðarinnar vilja ríkisrekin Landspítala og góða almenna þjónustu burt sér frá efnahag fólks, en það eru 15% sem ráða á 5. gír í einkavæðingu heilbrigðisþjónustunnar. Þannig að 15% í stjórnmálum þau ráða því hvernig heilbrigðismálum háttað, meðan 85% fá ekkert fyrir síns nú. En ég bara velta mér hvað snúast þessar kosningar. Ef við ætlum að fara að kjósa núna, kosningarnar eftir Panamskjölin, við héldum þær munu snúast spillingu í stjórnmálum. Það snerust ekki spillingu í stjórnmálum. Það snerust aðalega heilbrigðiskerfið og velferðarmál og húsnæðismál og nú erum við sennilega farin í aðra kosningar þar sem að það verður stöðugleiki heilbrigðismál, velferðarmál aftur. Þetta mun snúast aftur það hvort það sé of mikil áhætta fyrir okkur að kjósa einhvern annan heldur en Sjálfstæðisflokkinn. Hann hefur stillt þessu þannig upp, Bjarni Benediktsson, hann sterkir maðurinn og þetta stöðu í flokkurinn sem heldur öllu stöðu, eitthvað bendir til þess að það sé nú ekki alltaf þannig, en allavega efnahagslega gera það þannig. Svo mun vinstrivængurinn vantarlega bara tala fjárfestingu opinberri fjárfestingu, að leggja meira til heilbrigðismála sem reynda Sjálfstæðisflokkurinn lofaði líka síðast og fjárfestingu í fólki, í vegakerfinu og slíkt. Það alveg munur á þessum tömulegum, þessi einkarekstur. Erum við bara að horfa fram að gjaldhlið á vegum eða verður opinbera framkvæmdir, verður borgaðir upp opinbera skuldir eða verður það látið bíða og nota til fjárfestingar? Það áhugaverð svona pæling að veltaði fyrir sig hvort að hlutinu hefði orðið öðruvísi ef að trúlofaparið Viðreisn og Björt framtíð hefðu snúið sér til vinstri sem var nú möguleiki. En hitt var reyndin, Sem svo sérstakt vegna þess að Benedikt hjá Viðreisn vildi ekki fara til vinstri út af skattamálum, hann vildi ekki vera að hækka skatta og svoleiðis. Hvað gerir hann síðan? Svo fer hann að hækka skatta. En þar var líka, Píratarnir voru óvissu þáttur að hann taldi. En fyrir Bjarta framtíð þá var þungbært að fara í samstarf með Sjálfstæðisflokknum. Fyrir Viðreisn voru Píratarnir, einhverju leyti auðvitað Vinstri grænir. Þetta blasir við eftir næstu kosningar. Já, við vitum svo sem ekki hvort það verður pólitíska samtal. Við vitum ekki hvort þessi flokkar ná mönnum inn, Það verður svo fráleitt að sjá næstu kosningar. Svo er það spurningin með Björt framtíð sér upp á þessu máli að þeir nái sér aftur upp fyrir 5% sem þarf til að fá þingmennin og ekki Viðreisn löskuð eftir þetta? Já, einhverju leyti, en þeir eru samt líka að keyra á þessi skilaboð sem þú ert að vísa til með stöðuleikan og kunnan og allt á þetta, hvernig að stýra þjóðfélagi og svona.
Og svo þarna einhvers staðar undir niðri þetta með evruna og Evrópusambandi og það eftir að selja bankana, skulum ekki gleyma því, það er gífurlega mikið stórt hagsmunamál. Það snýst traust. Það minnsta kosti Íslandsbanka. Já, og það er ýmis lík mál, þannig að þetta er ekki bara togstreita velferðarkerfi og hversu miklu eyða í það eða greiða niður skuldir, heldur var þetta líka ákveðnar breytingar sem stóðu fyrir dyrum í kvótakerfinu, landbúnaðarkerfinu og svo framtíð okkar innan Evrópusvæðis. Ég er sammála, ég held að Björt framtíð græði á þessu útspili sínu. En það er náttúrulega spurning, miðjan er náttúrulega í andskoti ansi miklu flútti. Ég meina Samfylkingin er kannski ekki tilbúin til að fara að taka miðjufylgi aftur. Þarna eru þessi tveir, annar hægri miðjuflokkur og hinn kannski miðjuflokkur. Eitthvað þarf miðjufylgið að leita. Já. Það eina sem ég sé í stöðuna að það verði myndað einhvers konar kosningabandalag fyrir kosningar. Það er þessi Birgitta vildi fyrir síðustu kosningar, þetta Ég er ekkert vinstribandalag. frá því að það gerist núna, vegna þess að það reyndist ekki vera raunin fyrir síðustu kosningar, þó menn hafi verið komin ansi langt að því, en ef eitthvað slíkt gerist núna, þá gæti orðið breytingar í stjórnmálum. Svipað á Reykjavíkurlistann á sínu tíma sem náttúrulega voru gerði kaflaskil í stjórnmálasögu Reykjavíkur. Það voru ekki einmitt þessar dreifingar fyrir síðustu kosningar myndum bandalag sem að gera það verkum að það varð ekki hér vinstristjórn. Þannig að þetta er og við þurfum að hugsa þetta allt í samhengi við sveitarstjórnarkosninguna sem eru eftir nokkra mánuði. Það er sömu svo að sveitarstjórnarmennirnir í Bjartri framtíð höfðu aðalega verið ákýrast því að Björt framtíð er mikið byggð upp í kringum starfið í sveitarstjórn. Og gleymið því ekki að Björt framtíð er í meirihlutasamstarfi með Sjálfstæðisflokknum í bæði Kópavogi og Hafnarfirði. Heyrðu með Degi í Reykjavík. Jæja. Þetta er áhugaverðir tímar. Við fáum hérna og eftir Pál Magnússon, Þorgerði, Katrínu, Svandísi Svavarsdóttur, Björt Ólafsdóttur og síðar Helga Hrafn Gunnarsson og svo Timothy Snyder, bandaríska sagnfræðinginn, stórmerkilega hér í lok þáttar. Takk ykkur fyrir að vera með mér. Takk.